Doktor Fútból heilsar frá Túborg 10 í Hamraborginni. Doktor Fútból heitir áfram Doktor Fútból. Gunni Birgis heitir ennþá Gunnar Birgisson og naflinn heitir í raun og veru Andri. Velkomin Nafli, gaman að sjá þig. Já, það ekki fyrir. Líka svo gaman að sjá þig, Gunni Birgis. Takk sömuleiðis. Svona breytingar á nöfnum og annað slíkt. Stöð 2 heitir núna Sýn. Já. Og þetta við höfum náttúrulega allir sterkar minningar af Sýn og öllu því. Já. Hver hérna pælingi með þessu? Er þetta ekki bara að samina þetta yfir í einn hatt og klára saminningu Vodafone og Stöð 2? Já. Og bara, núna er bara búið að einfalda þetta? Þetta bara allt eitt og sama dæmi, þannig að þetta sé ekki einhvern veginn allt Vodafone Stöð 2. Já, bara gera þetta alltaf. 3 heimasíður yfir í eina. Strömlínulega þetta? Já. Heldur betur. Ég mun sakna Stöð 2, mér finnst það að vera svona... Icon? Já, það svona, þú veist, þegar maður tala um svona eitthvað brandavernes og svona stert branda, þá Stöð 2 náttúrulega eitt af því, þannig að ég mun klárlega sakna Stöð 2 líka bara flott logo og allt þetta, þannig að það svona einhvern veginn, það allstaðar annarstaðar, TV2 og allt þetta. Já, það hérna á Íslandi var sem Stöð 1, Stöð 2 og Stöð 3 og nú bara Stöð 1 eftir. Já, eða RÚV, já. Já, þeir íbránduðu sér enda sem eitthvað RÚV að handaförnu, en eru bara Stöð 1. Sko, þetta er áhugavert og... En ekki bara sjónvarpsiðnaðurinn að færa sig í þetta, þú veist, meira úr línuleg, þú veist, ég meina, ekki það eina sem í línulegri dagskrá sem að fólk horfir á í línulegri dagskrá, er það ekki bara íþróttir og áramótasköpun? Ég var í Pólandi í síðustu viku og þar var hérna kona sem að framleiddi Vigdísarþættina og ég sagði við hana að, þú veist, þegar ég er heima á mér, það er ekki sens í helviti en að horfa á Vigdísarþættina, bara því að, þú veist, maður bara einhvern veginn að gera aðra hluti og mikið að vera, en ef ég var að ferðast var að geti downloadað þáttun og ég var eitthvað að reyna af útskýringar, sko hún hélt ég var eitthvað að setja út á þættina, ég hef aldrei séð þess að þætti, mér langar að sjá þess að þætti, en ég tíma ekki að eyða tímanum mínum heima hjá mér í það, skilur mig, en ég myndi elska það á ferðalagi. Og hún var eitthvað að reyna að útskýra fyrir mér að það er eitthvað aðeins aðra reglur sem gilda fyrir eins og RÚV og Stöð 2 og Síman, að þau megi ekki láta downloada þáttunum, sem er dálítið súrt. Já. Því að þetta vil maður sjá. Ég hef mitt downloadað einhverjum hörmungar þáttum með Shaquille O'Neal og Allen Iverson. Hvað þetta Það held ég ekki að búið til leiðilega þætti með Allen Iverson og Shaquille O'Neal. Þetta bara 2 af skemmtilegustu íþróttamönnum Bandaríkjanna bara í sögunni, sko. Þeir eru fengnir til að taka við körfuboltanum hjá Reebok. Já. Og ég hugsaði bara, ok, þetta er geðveik pæling. En ekki var þetta eins í kreatífrætt og ég bjóst við. Sko, táttið við markið því miður, sko. Já, muni ekki svona eins og eftir Ed Sheeran bíómyndinni, þegar var einhver Beatla bíómyndinni. Já. Það var einhver katt sem þú veist, það kom einhver heimstyrjöld og gleymdu allir Beatla-lónum nema einn maður. Og þetta var svona geðveik pæling sem var Ed Sheeran skátan og hvað það líka, ömuleg mynd, en svona pælingin var allir góð. Ég er búin að vera að taka mikið af ertu búin að taka allar Untold katalógin? Ég var að taka Brett Favre í Já, það er gott dæmi og Gilbert Areens Shooting Guards heitir þátturinn, þar sem að þeir dróðu upp gönnið í búningsklefanum. Já, það voru byssur í gamla Washington Bullets. Og annar fór svona, það var svona, þeir niður á við hjá einum þeirra þarna. Já, örlítið, og jailið og svona. Svo tók ég Osama þættina, Osama Bin Laden. Gilbert Areens virkar alveg drepleiðilega náingi á mannum þáttum, á mig, bara mín sko mjög rétt á henni. Er þetta Doktor Fútból með Túborg og nú er þetta að fá Túborgin send beint með Smáríkinu. Já, Volt mæti með þetta, fer inn á Smáríkið, pantar þinn Túborg klassika, hvaða Túborg sem þú vilt og inn á Smáríkinu og þeir koma síðan bara heimtíðin með Volt og þú getur notið lífsins, ég minna á hristibrúsin, góði rafmagns hristibrúsin, sá fyrst í sögunni sem við getum næra milja klaka er mættur í fitnessport, allt stútfullt að tilbúðum þar, fitnessport og svo fjárþjálfun, þetta virkar saman, látið Gilsara vita, Doktor Fútból sendi ykkur, segi Gilsari, drullaði mér í form og oftast þá texta, nánast alltaf, hann er með 90% hit rate. Dominos appið, það er okkar Jón Kári sem gerir það, þetta er náttúrulega besta app bara sem til held ég og alveg búið að virka í öllu sárin, þeir eru alltaf uppfærað að gera betur í dag en í gær er eitthvað sem að Tom Ace talar oft og það er staðan þar. Þú þarft ekki að fara í skoðun, eða? Nei. Óttúber. Já. Ég ætla að vera búin að skipta bíl. Þú veist að 15% afslættinum. Já, ég veit af honum. Hjá Tjekkland Byrjuða sko. Já, ég veit af honum. Og þannig að bara þú sett með þetta allt saman á hreinu. Gunnar er með license to check.
Já, takk fyrir það. Strákar, nefniði mér öll liðin hérna, þetta frá Tölvutek, spurning frá þeim, ég að skoða núna alls konar þurrkar og þvottavélar frá þeim, bara að reyna að finna stystu prógrumin sem að menga hvað minnst. Hversu marga snúninga viltu fá á þetta? Mér saman snúningana. Ég bara hugsa útblástur og kolefnissporið. Sko spurningin bara þægileg. Jón Daði Böðvarsson, legend. Nefniðu öll liðin sem hann að spila með í enska boltanum? Þetta spurningin með Tölvutek. Það náttúrulega hann var hjá Redding. Jú. Hann var hjá Plymouth eða ekki? Nei. Hérna Wrexham. Hann var hjá Wrexham. Já, hann rétt. Hann var hjá Wrexham. Var hann í Wolves? Nei. Nei, það var hérna Björn Bergman. Já, hann var í Wolves. Hann var í Wolves líka, já. Hann rétt. Ha? Já. Hann var í Wolves. Hann var í Wolves, hann fór Anfield og slóð út. Já. Ekki þetta ykkur. Jú. Úff. Hvað konur, þeir voru Wolves, Wrexham, Redding. Já, þetta við erum að... Og þeir náttúrulega eftir liði sem var í vetur. Hérna, Burton. Burton. Og svo eigum við nú eftir eitthvað stórt. Já, eftir bara Rísarúm, eitt mesta Íslendingaklúbbin í Englandi. Já, Bolton. Já, og svo einnig viðbót mikill vandræðaklúbbur í Lundunum. Millwall er hárrétt. Og við veitum ekkert hvað verður kallinn núna þetta. Hann hefur tekið fundi með íslensku liðum allavega. Ok. Þannig að það svo sem einhverja líkur á því að hann mögulega kom heim. Frábært, var gaman að sjá Jón Daða hér, ég vil hafa hann úti að skora mörkin. Við skulum fara að powerranka með Ingu á Dynout, eina af þessum ofurkonum sem hafa brotið glerþakið, og eftir henni fylgdu auðvitað síðan stelpur eins og Halla Tómasdóttir og fleiri og gert góða hluti. Nú, nafni, það styttist í Túborg leikinn. Þetta ótrúlega sögu á þjóðhátíð í Vestmannum, átt þar frábæra stundir. Meðal hans verið á Túborg leiknum, ég hitti þið þar í leiknum fræga. Já, 2019. Já, leikurinn undir ljósunum, þá ég að tala bara stjörnunum. Já, sannig segja. Sko, þú ætlar að velja topp 5 atvik sem hafa komið fyrir þig á þjóðhátíð. Nú ertu með Gunnar Birgis sem í hreitt sveit þegar kemur á þjóðhátíð. Hann aldrei komið þangað. En gæti verið að fara jómfrúaferðina. Já, væri gaman að heyra. Topp 5, það sem hefur komið fyrir þig á þjóðhátíð. Já, ég er bara svona mín bestu moment á þjóðhátíð. Ég veit að Gunni kannski tengir ekkert við þetta. Númer 5. Það er föstudagurinn. Ég er svona búinn að koma mér fyrir á Vestmannabrautinni í garðinum, þar sem maður hefur verið með aðsetur og þetta. Klukkan slær 4, F95 blöð byrjar, maður er komið með Túborgin, búinn að koma sér vel fyrir og þeir svona ringja inn þjóðhátíð með þættinum og hann er svona klári í soundboxinu og það er geðveikt. Númer 4. Það er svona þegar líður tekur á, þetta er eiginlega svona kvöldið búið en mann samt eiginlega langar ekki að hætta. Það er búið að loka Túborg-tjaldinu, það er búið að syngja síðasta lagið á litla sviðinu, maður tekur einn hring í hvítu tjöldunum, hitt einhvern sem maður þekkir, það er einhver á gítar í hvítu tjaldi og maður svona framlengir þessu D7. Gítar í hvítu, þetta er bara svona martröð fyrir mig. Númer 3. Börn, það er minna. Já, og einhverju svona hristur svo. Númer 3, það er portið á Lundanum. Það er bara það er eitt besti staðurinn bara á eyjunu og sérstaklega þegar það er sól þá er þetta bara, þetta er rosalt og þetta sá maður til dæmis síðasta titil Arsenal þegar góðgerðarskildurum 23, þá horfði maður hann á Lundanum og var síðan að hoppa út í portið og milli geðveik stund, góðsannankendur tími. Númer 2, það er bara Túborg leikurinn 2019. Túborg leikurinn 2019. Þetta fræga sigurmark Bjarna Gunnarssonar og síðan í rauninni ég tók þetta svolítið bara sem heild þessi Túborg leikur, þetta er geðveikt. Þetta er geðveikt að vera alltaf með Túborg leikinn á lögutum. Já, maður hefur verið með svona, ég hef verið í Matsvorn Aron Spýr í BF3 svona síðustu ár, það er svona Sæbjörn gaf mér hann og það eru alls konar góð moment þarna. En síðan númer 1, ég held einhvern veginn að ég held að ég hafi svolítið toppað þarna, þetta var mínu fyrstu þjóðhátíð 2017 þegar ég var tolleraður í Túborg-tjaldinu. Já, ég var tolleraður í Túborg-tjaldinu 2017 og það er einhvern veginn minn hápunkt, svona einn af mínu hápunktum í mínu lífi. Ég væri mikið til að heyra þennan lista frá Hjörvari. Hvað hefur farið oft? Ég hef farið oft, en maður hefur nú sem betur fer bara,
náða að haga sér og vera öllum til sóma þarna. Við slum fara, heyrið þetta. Já, þetta titillagið í HM félagsliða sem að hefjast á morgun, risa moment. Minna á það að HS Orka verður með ókeypis rafmagn á nóttunni í júlí og ágúst. Þeir ætla að fara með okkur í gegnum HM félagsliða veislan hefst öllsamvel á morgun. Margir að veltaði fyrir sig hvernig þetta sé að horfa á þetta. Það inn á DAZN sem að kostar $9. Já, varstu búin að kanna þetta eitthvað? Já. Geðveikt, ég mikill DAZN maður, það NFL Game Passinu þar. Já, þannig að þetta allt saman þarna. Mikið verið að ræða, Real Madrid, þeir ætla sér þetta, það náttúrulega engin, Real Madrid byggir allt sitt identity á vinna stóru hlutina og þetta risa stórt að búið að selja sjónvarpssamningin út allan heim. En þeir ná ekkert að selja miðum á veldan og svona. Ég held að það sem skipti ekki öllu máli, þetta snúist aðalum í dag snýst fótboltinn sjónvarpssamninga. Og það sem magna sko að það sem að Evrópa fattar ekki að fótbolt ekki í frábæra ástandi í Asíu og Afríku og þetta núna að ná að samina heiminn í Bandaríkjunum, land of the free, home of the brave. Þetta eitthvað stund. Þú ekki alltaf að tala upprisu Sádiboltans og eitthvað svona? Sádibolt, já, það náttúrulega bara að hluta það í Asíu en það voru með stór lönd eins og Kína, Indland, Indonesia, þar sem að vantar að fótboltinn ná í gegn. Þarna sjáðu liðin úr sinni álfu mæta þeim bestu. Takk okkur aðeins í gegnum hversu magnað þetta verður nafli. Já, þetta verður þetta rosalega og að gera þetta í landi tækifærana þetta stórkostlegt og eins og kemur þetta real, þetta unnið oftast. Kunni, hvað eitthvað rúfteik á þetta síðan leiðilega? Nei, ekkert rúfteik, ég bara... Hvað eitthvað vel rúfað? Nei, ég held bara að það mun koma svo tímapunktur þar sem að það þarf að setja stopp held ég á bara fyrir leikmennina sko. Þetta orðið allt mikið að leikjum. En þeir vilja hærri laun, leikmennin vilja hærri laun, þá er það bara að vinna fyrir því. Þú getur verið með alla heimsins sko... Hver er þreyttur? Ætli Kylian Mbappé sé ekki þreyttur. Á hverju er hann þreyttur? Þeir voru búnir í meistaradeildinni með tíma, þeir voru ekki í neinni baráttu í... Á hverju er hann þreyttur? Það er erfitt að vera alltaf með líkamann í gangi. En ég meina, hann fær síðan bara gott frí eftir þetta og... Heldur hann fóði gott frí eftir þetta? Já, hann fær bara gott frí. Þannig að þú ert svona meira... Ef þeir fara alla leið, heldur hann fóði gott frí? Þetta svona meira verkalýspælingar hjá þér. Ég vona bara að þetta gangi vel og ég vona að verði skemmtilega leikir en það engar sér staðreind að það hefur gengið erfiðlega að prómótara þetta mót og það hefur gengið erfiðlega líka að selja miða á þetta mót. Hér erum við í fyrstu frétt hérna. Heimurinn að pæli sig, ég menna Messi mættur á svæðið. Nei. Og eins og þú nefndir í síðasta þetta, auðvitað er hárrétt að þessi risastóru market teams, þú veist, bara líklega stærstu félög í heiminum, ég meina, það sé ekki Barcelona og Manchester United, við hórum bara blákalt á þetta, þegar kemur að dreifingu á heimsvísu og margir stuðningsmenn í mörgum heimsálfum hjá þessum liðum, Arsenal og Liverpool eru síðan önnur dæmi, þú veist, ég geti viðurkennt fyrir mig þá slekkur það svolítið neist bara ef að eitt af þessum þremur liðum væri þarna þá væri ég strax kannski aðeins meira að pæla í þessu. Meira invested, en þessi lið á bara ekki staðið sem nú þetta er ekkert ég að vera með eitthvað leiðilegt teik, ég held að þetta sé bara það sem fólk er að pæla. En ég held líka sem margir að pæla, hugsi hvað er sögulegt PSG sem ég myndi halda það væri svona svolítið team to beat í þessu að skilja ef að þeir taka frönsku deildina franska byggarinn, meistardildina, heimsmeistaramót félagsliða. Fyrsta ferðan? Já. Fyrsta svona alvöru ferðan. Taka meistardildina, heimsmeistaramót félagsliða, dildina, byggarinn. Já, ég held bara það, já. Ég held það rosalega. Ég held sko, þetta draumarleikur heimsins ábyggilega Real Madrid á móti PSG í úrslitaleik. Þú veist svona, ef að heimurum fengi að ráða og þetta snildar útspil hérna Infantino þegar Gianni opnaði þennan félagsskiptaglugga fyrir mótið, það að fá trendarannan inn bara massíft. Það að fá Reindersan inn massíft. Þannig að ég ætla nú bara að óska öllum hvað sem það eru gleðilegar hátíðar. Ég get ekki beðið eftir hvað áhrif þetta mun hafa á þessi lið inn í næsta tímabil, hvort að til dæmis Manchester City muni mögulega að tapa á þessu. Já, þeir töpuðu nóg í vetur, þannig að ég held þeir geti ekki tapað meira en þeir gerði í vetur, sko. Jú. En Pep Linders mættur. Já, og þeir eru að tala að Van Bronckhorst sé líka á leiðinni. Þá að stekka teimið. Já.
fjölgum í teiminu. Hann greinilega búinn að vera erfiður hann Pep því að það bara verið að reyna að fjölga í teiminu. Við slum skoða fleiri fréttir. Sony sjónvarpin góðu fást í ofar. Sony með þér á HM félagsliða og svo EM kvenna og svo auðvitað í U21 EM, það hafið. Já. Sko Gunni, hvað þetta rosalegt lið sem Englendingarnir eru mætti með þetta til, ég man ekki, í Slóvakíu eða Slóvakíu. Já. England eru náttúrulega ríkjandi Evrópumeistarar í U21. Ég meina, enska liðið er svakalega vel mannað, sko. Já. Þeir eru með Ómari Hutchinson, McAtee, Elliot Anderson inn á miðjunni, Kwanza. Það bara frábært lið hjá englendingunum og þeir eru í riðli með þjóðverunum. Mæta þjóðverunum 18. júní. Ég sá að góðu liðin unnu öll, Spánn vann og annars. Já, Þýskaland vann. Sko, nú ætlum bara að vera hreinskilin við ykkur, af því að ég hef alveg áhuga á yngri landsliðum ef að frændi minn að spila, ekki það mikið að frændi mínu hafa verið að spila en ég skal viðurkenna það að ég U21 sagði yfir mig þarna í gullkynslóðinni að ég bara svona þú veist ég hef engan brjálaðan á þessu. Nei, ég tengi þetta auðvitað mikið við svona, þú veist, ég var all investa, maður tengi þetta rosa mikið við þá sem eru aldrei við maður sjálfan líka. Já. Skilur þú veist, maður var ógeðslega investaður í þessu þegar skilur árgangarnir kringum mig voru í þessu. Þetta var eins og stæmi og auðvitað, þú veist, þegar gullkynslóðin fer át á lokamót. Það voru auðvitað allir með. Það var rosalega. Maður hefur svona reynt að fylgjast með þessu stráku sem maður hefur kannski, þú veist, fengið að þjálfa í gegnum tíðina. Heldur betur. Maður hefur svona reynt að fylgja þeim í gegnum þessi mót en það eiginlega, þar takmarkast minn áhuga á þessu. Sko, hvern finnst ykkur þetta að vera markmiða því að nú eru endalaus undirleðinslið hjá KSÍ og fer alveg ógeðislega mikill penningur í þetta. Á þetta vera undirbúningur fyrir A-landslið, þar sem að spila bara þétt vörn og við bara pökkum í vörn og reynum að vinna leiki 1-0 eða eigum að reyna að koma talentunum okkar á framfæri, sýna hvað við eigum mikið að góðum leikmönnum, jafnvel tapa 5-3 fyrir Portúgal. Með því að spila það með því að spila kannski áhættusæknari fótbolta eða ættu við bara að spila íslenska fótbolta fara allir í vörn frá 16 ára aldri og reyna að vinna þannig. Ég myndi segja alltaf eins og þú talar að vera bara spila hennan íslenska fótbolta og vera vartasækina því þá kannski hangi líka með árangur og við viljum að U21-lið okkar sé að fara úr sér stórmót. Ég er ekkert bara að tala um U20, ég tala um U17 og U19 og allt þetta. Þú veist, strákarnir þarna Gylfi og hans kynslu Aron og Alfreð og allir þessu hverjar. Þeir lærið að vinna stóruleikina. Þeir fengu Mats Hummels og félagi í Þýskalandi og Kaplakrika og pökkuðum saman. Þeir voru að vinna góðu lið og það svona, það veganesti, þó þetta Lass segir náttúrulega eitthvað í þessu líka, að það tókur svolítið langt kunni. Já, og ég meina, var það ekki U19 sem að tók frakkana með Kingsley Coman og Rabiot á Kópavogsvelli, eða var það U21, ég man það ekki. Það sem að Sindri Björnsson setti upp svona ákveðna klíník á Kópavogsvelli. Sko, mér finnst að þetta verður náttúrulega að vera, það verður að vera rauður þráður bara í gegnum starfið, alveg svo hjá félögunum. Að það verður að vera, ég meina, núna Arnar með A-landsliðið. Ég gerir nú ráð fyrir því að við viljum móta okkar leikmenn í yngri landsliðapælingum þá væntanlega út frá hans. Þá hefur bara að spila sama system allt útið. Fyrir mér ætti þetta að vera þannig. En þá má heldur ekki vera þannig að ef að það verður einhvern tímann umræðan það að þú veist það þurfa að finna arftaka fyrir Arnar, hvenær sem að það verður. Að hann komi síðan bara inn með allt aðra pælingar. Hann þarf þá að fitta í, KSÍ þarf þá að vera með eitthvað manifesto fyrir liðin sín, hvernig fótbolta viljum við spila og yngri landsliðin sé að vinna út frá sömu pælingum. En ekki líka, sko, síðan annað að þessi þjálfara sem þjálfa yngri landsliðin hugsa þetta líka, þetta er mikill gluggi fyrir þá að skilur að því við höfum alveg séð að þeir eru komin inn í þetta KSÍ dæmi skilur, það voru rosa oft svona að ertu uppfærður. Ég meina að sjá bara Fuentes hérna hjá Spáni. Já, ég er að segja þannig að þjálfarinn auðvitað hugsa líka, þú þarft að maximæsa þess að hvernig þú lítur sem best út. Það er frábær pæling. En eitt með lokafis 21 árs móti sem er núna, það voru þetta minn maður í Þýskalandi, Wolt Meidt, sem við sáum í bronsleiknum núna í þjóðdeildinni. Já. Þjóðveri, hann er allt í öllu hjá U21 í Þýskalandi með þetta skemmtilega nafn, Wolt Meidt. Já, hann voltar þetta allt heim til sín. Þetta U21 þarna sem var Frakkland. Grillum landlagsinn, góði landlagsir Hags
Dóttarfútból og Samherji, sjálfbærir og samfélagslega ábyrgð. Það náttúrulega áhugið þar á öllum íþróttum, auðvitað þekkjum saman hvort sé fótbolti, handbolti, körfubolti, þeir eru í öllu og öllu sem menningastarfi fyrir norðan og allt svo leiðis og höldum áfram að gera góða hluti, bleikjan líka klár. Strákar, skoðum aðeins fleiri íþróttir hérna. Í NBA að gerast ótrúlega hlutir. Það hefur engin áhuga á þessu, en Indiana að vinna OKC. Já, 2-1 og kannski þvert á Indiana í rauninni underdogs í þessu einvígi. Nú konur 2-1 yfir með Íslandsvinnin Jenny í brúnni, sem svolítið arkitektinn að þessu. Sko, það sá þetta enginn fyrir nema einn maður, Matti Dalmæ. Hann sagði að Indiana myndi vinna fyrsta leikinn og þeir myndi vinna seríuna held í 4-3 minni með hann hafi sagt. Sko, ég skal nú bara vera hreinskilinn með það. Það nú ekkert svo langt síðan að ég hefði getað þulið upp nánast bara allan rósterinn hjá flestu liðum í deildinni. En þegar gæi sem heitir Benedikt með 2 ennum, Benedikt Mathurin farin að skora 27 stig í 3. leik í finals, þá einfallega bara setja hendur upp í loft bara. Já, hann kom svolítið out of scouting, hann kom OKC mönnum og ég get alveg sagt þetta var Júlíus Orri. Það var enginn með þetta á bingospjaldinu sínu, hann myndi skora svona mörg stig. Förum aðeins bara í körfuna hérna heima. Tindastóll búin að ráða þjálfara, Arnar honum þjálfara þar. Þið náttúrulega mikið og gott samband, nafli. Já, við erum góða vinnur og Gunnar líka. Segðu okkur frá þessu samband ykkar og kærleiknum. Já, ég myndi segja svona arkitektin að því að Tindastóll hafi í rauninni tekið hann og sé hvað hann flottu þjálfari í rauninni að ég er ruslunum með mér núna í úrslitunum á krókin. Fæ hann til að teikna. Og þá svona kveikja menn svolítið á því að það er mikið í þennan mann spunnið og þetta sé ekki bara einhver svona Er ekki Arnar heilinn bak við titilinn hjá Stjörnunni því að þetta snýst hvernig maður skilur við hlutur þetta er Gunni Birgis það er maður sem þjálfa undan sem á titilinn sem það vannst Já, Gunni, hann vil vantilega minna það Herru, hvað, hérna á Tindastóll voru sækir leikmenn? Mjög góð ráðning Já, heldur betur Sóttu Tæfa Badmus aftur og Er það ekki wow? Jú, þetta er bara þegar hann er launast leikmaður deildarinnar núna og þeir bara borgu stóru seluna, það er bara þannig Ekkert það? Nú, ok, er Tæfa Badmus ekki launast leikmaður deildarinnar? Hann lítur of launast leikmaður Sko, I guarantee að það er ekki þannig, sko Hver er þá launast leikmaður deildarinnar? Ok, en fara þess að, eru fleiri leikmenn? Adam Astrón Gílas er búin að skrifa undir Sittur Arnar og svo fengum við Júlíus Orra Júlíus Orra sem kom, sem er þórsari í grunn Ég held að, menn tala um það að Basíl verða áfram líka En þessi Júlíus, hann þarf að lifta á biceps hann þarf að stækka á sér handleggina þú veist, það er svo valdeflandi körfubolta, við erum að rísa upp handleggi og við þurfum að setja hann á Dan Marley programmið þarna, sko það verður stöður endurlust til á peningum hana eins og með bara fá gauri svo Martin Hermansson til þess að vilja búa þarna og spila þarna hvað þarf að setja mikla peninga á borðið? Ég veit ekki 20 miljonar kannski fyrir sísonið hann getur bara samfært allan pakkan heima á sér við erum að fara á krókin ég hefði gaman að því allavega En spurning hvort að Elvam og Friðriksson eru svona raunhæfara Þannig ætli hann myndi á ekki alltaf vilja búa á Blönduósi og keyra bara varma lífs eða þú veist á Blönduósi Martin, og það bara þjónustunni á Blönduósi verið við þjóðveginn og allt svo leiðis Já, er ekki nægilega góð þjónustu á Já, því þú ert að keyra inn og hafa vesen Hittir alltaf í leiðinni Nei, ég líka, maður þekki Martin vel og hans fjölskyldu og þeir eru alltaf að tala um Blönduós myndi ríma vel Er Hemmi mikið að tala um? Já, Hemmi og sérstaklega Nóri Já, Nóri nú reyndar að tala um eitthvað allt annað heldur en landsbyggðina Aldrei komið á Blönduós Ég hef oft farið niður í Húrra og spjallað við Nóra og Nóri hem Blönduós yfir ekki komið Hann er ófyrirleitin í sinni nálgun en svakalega góður sölumæður Já, eins og svo eldri Herru, Bíkó og Dóttarfútból Weber múrblandan Já, við erum allir að múra þessa dagar ef þú ert ekki að múra, byrjaðu þá núna því að Weber múrblandan Já, eldri en grillin virtari en grillin það er sumarhátíð í Bíkó og valdir vöruflokkar og alltaf 25% afslátt gerðu enn betri kaup dagana 12. til 16. júní og gerðu allt klárt fyrir þjóðhátíðardaginn Já, það er föðurlandsvinurinn sem að sprettur upp í manni 17. júní strákar þið megið vera með fánan á lofti 17. júní Ögraðu nú starfsmönnum RÚV 17. júní Gunni og mættum íslenska fánan inn og það verður ábyrgað ég flagg honum, ég hika ekki við það maður feil líka alltaf íslenska landsliðsbúningin Já,
Ég ætlaði að reyna mögulega, ég og Tom erum mögulega að reyna að fara að skrá okkur á við erum að fara að spila streetball í portunni þarna í Húrra. Við ætlaðum að fara bara, ég ætla bara að kasta honum á póstinn, svo fæ ég mig bara kaffi og sík og leiði honum að tjekka einhvern lítinn pjakk þarna niður út í hverfinu. Já, ég hef nú einu sem tekið þátt í þessu og ég hef svona sigurveri fólksins. Já. Ég hef svolítið svona naflatakk og svolítið lið fólksins. Ég ætla áður fyrir íslenska boltan aðeins að klára það sem að ganga gerast í útlöndum. Náttúrulega að Kevin De Bruyne sé að fara til Napoli. Sko, pældi hann ekkert áður en að sæna þennan díl. Þetta verður vesen. Sko, þeir ekki með neitt lið til að vera í meistaradeildinni og í deildinni á næsta tímabili. Hann verður þarna með Billy Gilmore á miðjunni, eða hvernig sem það verður. Og sambáinn Gísa og vonandi verður Philip Billing áfram að það. Þetta Scott McTominay þarna einnig en, Já, hann mun hlaupa fyrir 2 þarna. Ég hef verið að sjá Kevin De Bruyne fara til Saudi og gera góða hluti þar. Hann 33 ára gamall og ég held, munum við ekki og erum við ekki bara nú þegar kannski hann ekki besti leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar, ef við tökum áratuginn. Já, 15-25, jú. Ef ekki segja að fyrsti áratugur á þessari öld að hann sé svolítið í eigu Thierry Henry? Nei, alls ekki. Hann ekki vera sammála að vera sammála þar. Já, en rosa dóminerandi. Já, stóð sér vel, átti mikið á flottum leikjum. Hvern myndur þú velja? Svona aðarleikmærin á fyrsta áratuginu. Ég hefndi segja að vera Wayne the Pain Rooney. Svona allir titlarnir, allir stóru momentin, clutch playin. Ég myndi þess að segja að þessi þriðji áratugur þessari aldar væri Mo Salah því að þú veist út að bráta öllum mörkum en allavega annan áratugin Kevin De Bruyne held ég bara skuldust. Já, ég held að sé alltaf að þetta er gott tek að hann var besti leikmannur frá því að hann kom þarna meiri átta leikmaður. Florian Wirtz það er búið að ganga frá því, hann er dýrasti leikmaður í enskri sögu. Hvaða þjóðveri hefur verið góður í enska boltanum? Það er ég meina góður og ég kallaði eftir þessi faglir. Hvað þjóðveri hefur staðið sér vel í enska boltanum? Virkilega vel. Ég meina Jens Lehmann var frábær í markinu. Já, en endaði með Almunia tók sætið sitt. En þú veist, það endaði í tragedíu. Það var held í út af öðru heldur. Já, en það endaði samt í tragedíu. Özil, það var stutt. Já, hann átti erfitt uppdráttar. Nei, Mesut Özil var frábær í Arsenal-treyjunni. Endaði með Arteta, sagði takken. Já, það aftur. Ég held að það hafi verið út af öðrum ástæðum heldur. Hvað þjóðveri hefur staðið sér vel? Já, Bastian Schweinsteiger átti auðvitað sterkt ár. Já, ég vann Lukas Podolski var flottur. Já. Ballakin var alltaf læg. Ballakin var flottur í Chelsea. Já, þetta hefur nefnilega ekkert verið eitthvað frábært hjá þjóðverjónum í þessu öllu saman. Erum við að gleyma einhverjum augljósum. En Florian Wirtz verður spennandi leikmaður hjá Liverpool. Ég menna Rudiger var flottur. Chelsea. Já, flottur. En við erum, kannski verður bara Florian Wirtz fyrsti þjóðverjum til virkilega að breyka deildina. Þannig að það er bara svoleiðis. Ég vil ekki alveg skilja við útlönd, ekki alveg að íta þeim frá mér alveg strax áður hún ferði til útlanda, hvernig verður að þrífa bílinn hjá Löðri. Gundogan er bestur. Engi spurning, Gundogan stórkostlegur. Þetta var frábært á að hafa komið með þetta. Ilkay Gundogan. Það sjálfsögðu. Já, Löður með Dr. Fútból, Christian Chivu er nýr þjálfari Inter. En við höfum meiri áhuga á því sem er að gerast í Norður Lundunum. Thomas Frank er mættur. Af hverju líður mig bara nákvæmlega eins og þegar Graham Potter fór til Chelsea? Já, af hverju? Mér líður bara eins og ég hugsa ef að Graham Potter hefði beðið aðeins þá hefði hann getað tekið enska landsliðið. Thomas Frank hefur engan á danska landsliðinu, sko. Nei, ég veit allt um það. Það sýnir sig eiginlega best að Bo Henriksson var frekar til að taka íslenska landsliðinu heldur en danska, þannig að þessi stuttur samningur sem hann gerir, var þetta 3 ára, 4 ára, kannski bara eðlilegt fyrir þjálfara, þetta er kannski ekki meira commitment. En ég meina, ég held að þetta sé frábær ráðning fyrir Tottenham, en spurningin er bara hvort að hann fái eitthvað svigrum til þess að vinna. Ég meina, Ans klárar helmingin á samningunum sinum, 2 ára 4, vinnur eitt titil. Batamerki á Tottenham-liðinu undir hans stjórn, já, kannski á fyrra árinu, en svo náttúrulega eru stór skorðhokkin í liði. Þannig að ég mér finnst þetta frábær ráðning, en það þarf líka að gefa honum
tíma og væntanlega eitthvað fjármagn til þess að styrkja lið. Heldur betur, verður áhvert að sjá hvað verður auðvitað heitasta leikmann í enska boltanum þess að myndi Brian Mbeumo og hvort að hann fari til Manchester United eða Tottenham. Leroy Sané að fara til Galatasaray á einhverju bílöðum launum. Þeir eru að tala 9 milljónir evra eða hvort sétt nettó á ári. Það er rosalega. Það er svakalegt. Arsenal var nú með... Þetta er gott fyrir mínu menn í Galatasaray. Það eru svona alltaf verið milli í tyrkneska boltanum. Núnes er að yfirgefa Liverpool. Hvert sjáum við fana? Er þetta ekki Saudi? Saudi, já. Jó, ég myndi nú alltaf að þetta væri Saudi. Já. Leiðilegt hvað hann náði einhvern veginn ekki að setja mark sitt á enska boltan af því að hann er öflugur leikmaður. Hann er öflugur leikmaður. Þetta er stæðilegur strákur. Ég veit að hann fór alveg óskaplega í taugarnar á Jürgen Klopp. Ég hef það frá fyrstu hendi. Það var þetta algjörlega áhuga leysi hans á að læra ensku. Já. Það er, við sáum Trentaran, hann var mættu bara og daginn eftir var hann byrjað að tala fullkomna spænsku. Já, hvenær ætli Trent hafi byrjað að æfa sig á Duolingo appinu? Það hefði verið bara í janúar. Já. Það er búin að stíða senjóras. Þetta er ekki tróknara enda, búin að snotja sömuleiðis. Þetta er allt saman annað. Já, það er mjög mikilvægt að tala málið þegar þú fættir Spánar. Og alveg sama ef þú sýnir kannski engan metnað að læra enskuna sem nú tölu hans í víða. Heldur betur. Herðu, ef þú kaupir hérna tailor-made bolta í erninum þá getur unnið tailor-made póka sem að er official Oakmont pókin sem að er US Open pókin. Það er einhver rugglaðasti golfpóki sem ég sé, reyndar hef ég séð einn rugglaðari sem að við vorum með reyndar í vikunni en þetta er svakalegt, þetta er upp í erninum og minna það ef það er rigning þá getur þú bara að spila í Galvin Green því að hitt leikur. Ég hef alveg verið að prófa þess að tailor-made bolta, þeir eru fínir. Þeir eru meira áttar. Og ég er með Tommy Fleetwood ADHD boltan, mikið. ADHD boltan? Það er svona alls konar minnstur í honum til þess að hjálpar mönnum eins og mér. Já, ég þarf að kaupa svona bolta. Sko ég þarf að heyra í The Rabbi út af því að ég veit að það eru til TP5 boltar með fallbyssunum, Gunners. Gunners? Já, ég þarf að fá til þess að panta kannski eitt bretti af því og láta mig það. Lúðra þeim út í sjó. Ég var að segja að Gennaro Gattuso er leiðin til fundar með ítalska sambandinu. Mögulega tekur Gennaro Gattuso við, hann var náttúrulega síðast held í Króatíu að þjálfa. Highjuk split. Það eru fleiri svona vangaveltur í þessu öllu saman. Ef við förum aftur til Englands, Viktor Gyökeres, Gyökeres, hvernig sem þið vilja að maður segja þetta. Hvernig haldið að hvert fer hann? Já, ég held að hann endi í Manchester United. Það sé svolítið svona að vera það sem hann vill fara. Maður heyri það allavega og fer það ekki bara yfir línuna. Já. Ekki myndi það ekki passa að hann færi aftur í Amorín boltan. Já. Það er greinilega eitthvað vesen. Það fer tvennum sögum þrennum sögum mögulega því hvort að það sé rétt þessi klásúla sem hefur alltaf verið talað sem er eitthvað 70 milljónir evra sem að Gyökeres vill meina að sé rétt en forseti félagsins vill meina að það sé ekki rétt. Nei. Að hann hafi aldrei lofað því að það sé eitthvað riftunarátkvæði þannig að hann er með 100 milljóna evra riftunarátkvæði í samningunum sínum þannig að ég gerir ráð fyrir að lið þurfa að borga það fyrir hann þá erum við komin að því, ég meina, þú veist er hann 100 milljóna evru virði? Er hann búinn að gera nóg til þess að sína sig og sanna? Eru margir einhvern veginn vinsælli senterar í dag á lausu? Ekki á lausu, en já, margir vinsælli senterar, já. Ekki á lausu? En svo er spurning með til dæmis eins og Benjamin Sesko. Ég held að Benjamin Sesko að verði líka að verður barist hann ef að það ef Arsenal fær ekki Gyökeres þá gerir það fyrir að Sesko fari þá í Arsenal. Ætlar að þylja þessi gögn upp fyrir okkur Gunnar? Já, í portugalsku deildinni. Hvað heldur að gera lít úr því? Já, hvað heldur að fá marga góða leiki í portugalsku deildinni? Það eru fjöldir allir af frábærum leikjum þar og svo náttúrulega munum við eftir skora þarna 4 til dæmis skora 4 á móti Boa Vista. Já, þeir eru síðasta liðið til þess að vera meistari fyrir utan Porto, Benfica og Sporting. Þannig að við höfum að passa að gera eitt, það er að sína virðingu. Það er eitt að ganga út allan bæ og kalla sig góða mannesku. Það er annað að
að standa við það. Já, sína í verki. En ef Arsenal ákveður að skippa á hann, þá alveg spurning hvort að það sé allt með feldu þarna. Ok, förum áfram. Arsenal hafa ekki sótt center í 10 ár, þeir eru ekkert að fara að gera það núna. Ekki sem að King Aubameyang fór. Förum í íslenska boltan, förum í boltan með kjarnanfæði. Það svo sem þarf ekki að tala grillið ákveðat núna því að það allir úti að grilla. Drengir, það heil umferð á helgina. Hún byrja bara strax í kvöld. Það náttúrulega meiri háttar að fá þetta allt saman aftur. Þetta byrjar þetta ekki örugglega bara í Garðabænum í kvöld. Stæðanvalur. Það þannig? Ég held að þetta byrja í Garðabænum. Já, laugardagur á KC. Það 19:15, Samsung-völlin. Byrju, það annað kvöld? Nei, það ég með þetta á knattspyrnusambandinu. Laugardagur, Samsung-völlurinn, Stjarnan Valur. Það föstudagur í dag, já, þannig að það annað kvöld. Ok. Á morgun kvöldið á morgun þýðir eitir annað kvöld. Fánýtur fróðleikur dagsins. Ég að skoða þetta á Sófaskor. Þar leikurinn settur, en hann hefur verið færður. Þetta frábær leiktími 19:15 á laugardagskvöldi. Stjarnan Valur getur komið sér aftur bara, já, þeir eru bara í toppbaráttunni. Nú í Vestmannaeyjum klukkan 4 á sunnudaginn. Þetta súper sunnudagur framundan. Nú afturöldig Ía Fram FH og svo aftur þessi leiktími sem ég klappaði fyrir í síðasta þetta Víkingur KR á mánudegi fyrir þjóðhátíðardaginn okkar. Já. Það verður yndisleg stund í Fossvoginum, vonandi fá þeir þetta fallega veður sem í gangi. Þetta bara svo meiri á þetta leiktími. 16. júní á alltaf að vera leikdagur í íslenskum fótbolta. Kannski þetta rýna í þetta allt saman. Þetta Eyjamenn verið á meiri flugi en við áttum vona á. Blikarnir aðeins búnir að náttúrulega réttu úr kútnum í þessum sigri á móti Víkingunum. Þeir hefur ekki bara tippa á þetta. Hefur nokkuð að vera eitthvað að gjamma eitthvað meira þetta, bara fara beint í það sem skiptir máli. Bara, já, það mikið af spennandi leikjum hana, afturhaldi ekki í að sérstaklega. Þar nágrannar sláður. Já, og þar geti afturhaldi hoppað bara upp ansi mörg sæti eða taka þann leik og úrsliti í öðru leikjum hagstæði, sko. Ef þið finnst gaman að fara út að borða, þá frábært að kíkja á Mar Seafood og mælum að sjálfsögðu með öllu sem þar. Fiskurinn frábær á Mar Seafood, downtown Reykjavík og á Selfossi. Tippum á þetta, takk. Gunni, þú byrjar. Já. Og svo kemur að nafnum Stjarnan Valur. 1-2 Valur. 1-3 Valur. Vestri Káa. 1-1. 1-2 Káa. IBVF Breiðablik. 0-2. 1-0 IBVF. Afturölding Ía. Ég held bara að þú vilja ekki tapa þessu leik. Ég ætla að segja 1-1. 2-1 Ía. Já, Fram FH. 1-3 FH. 0-2 FH. Og svo það stórleikurinn á mánudagskvöldið, Reykjavíkur slagur eins og hann gerist bestur. Víkingar mæta KR. Gunni. 3-3. 3-4 KR. Já. Menn gera ráð fyrir að lágmarki 6 mörkum þarna. Hvað er verið að bjóða okkur upp og hver línan á hann leik? Hún er þarna einhvers staðar. Línan blessuð. Við ætlum að kíkja aðeins á fyrstu deildina. Línan 4. Já, hún 4 á Epic. Línan góða, förum eins og í fyrstu deildina. Garðheimar góði heimurinn í Breiðholti og íringar eru á toppnum. Já, gaman í Garðheimum þessar mundir. Þeir eru farin að selja hybrid gras og svo með fallegu útihúsgögnin. Já, ertu komið leið á ljótum útihúsgögnum? Ákveð ekki fá falleg útihúsgögn. Og tala þeir ekki alltaf blendigras? Jú, tala rétt. Já, þeir tala blendigras. Blendigras. The Madhouse, fyrsta deildin. Þetta einhvern veginn. Man finnst einhvern veginn allir núna að vera að tala fyrstu deildina, en ég alltaf að segja, þetta nú reyndar ekki besta deildin á að vera alltaf umræðinni, en nú allir einhvern veginn að tala
fyrstu deildina. Líka bara þessi dagur, annar í Hvítasunum. Wow. Ekki minnast á hann. Nei. Það Fylki Grindavík í kvöld, HK Fjölnir og svo verður Jón Gnarr mættur að styðja Íringa á móti Leikni. Ég held að það mun ekki duga til. Ég held að missir Mark Ásland er í banni. Já. Og ég hitti Ágúst Gylfason þjálfara Leiknis niður í ofar í gær. Hann var í svo miklum gýr að ég sé bara ekki hvernig Leiknir á að tapa þessum leik. Já, óbeisluð orka. Já, hún var svakalega óbeisluð. Ég hef bara sjaldan séðan einhvern veginn hressan og kátan, sko. Þannig að hann er greinlega loving life hann upp í Breiðholti, sko. Völsungur Keflavík. Þetta tvö svona sjómannasamfélög sem mætast þarna á PCC-vellinum. PCC-vellinum? Á PCC-vellinum. Er þessi leikur á gervigrasi eða grasi? Því ég veit að það eru búin að vera framkvæmdur við Er þið með leikmann sem spila fyrir Völsungur Keflavík? Ég gef mig bara hann ekki að spila fyrir Völsungur, er ekki Hatti Jónasar? Spilaði hann ekki alveg örgulega líka fyrir ungur þaðan Selfoss. En Baldur Sig, er hann ekki verið Völsungur? Jú, Baldur Sig líka. Selfoss Þróttur, það alveg leikur og svo það á JBO vellin. Alveg nöfn á völlunum hann. Það Njarðvík Þór. En sjáu það auðvitað að taka til fyrirmyndar einu völlurinn sem kennir sig ekki við fyrirtæki, Kórinn. Já, þeir eru bara að selja nafnið. Já, ég svo smælið ámúla því. Já, það má nú líklega ekki. Jú, það enda búið að leyfa þetta. Er það þannig? Ég allavega, eftir því sem ég kemst næst, þá var það samþykkt fyrir einhver síðan. Þeir hafa bara ekki Þetta er svakalegt. Við verum mættir í Kórinn í kvöld. Strákar, ég ætla að fá okkur til að Hvað gerðist á móti Grindavík? Það er ángrín, talandi hvað það hafi klúrað þessum fólki leikum móti Grindavík. Það er rosalegt ótrúlegt ógeðslega lélegt bara hvernig þið spilaðu eftir lendið þetta var algjörlega fáránlegt. Því að ég geri svona alveg fastlega ráð fyrir því að þeir vinni Fjölni í kvöld. Þetta myndi bara líta hansi vel út eða þeir hefðu tekið. Já, ég minna Artur Ari fyrir döðafæri til að klára hennar leik í stöðun 1-0 líka. Við gætum alveg verið að horfa á það að 1-2 liðin sem eru tablus í þessari deild, Ír og Njarðvík, mögulega tapi í kvöld. Þór getur alveg unnið Njarðvík og Leiknir getur alveg unnið þér. Herri strákar, ég ætla að fá okkur til að hjálpa mér að klífa fjallið góða. Og þið þurfa að finna einhvern leik á Epic sem er stuðurinn 2 á og þannig byrjum við að klífa fjallið. Það er engum Íslending ennþá tekist að klífa fjallið. Viltu bara fá einn leik? Þið mátt að raða þessu saman eins og þú vilt. Já, þá tekið bara HK og Fjölnir. Nei, HK og Fylkir segjum. HK og Fylki, já. Já, það er bara fjallið mitt verður þar í dag. Ég held að HK-ingarnir mæti það gýraðir að þeir pakki Fjölnir saman. Það fara -1 eða? -5. Já. Það er 2,48. Já, en náður ekki á -1? Nei, 1,5. Það er 1,5. Og það skiptir líka ekki máli út í að þú veist, ef þú fær refund þá ertu hvort þið ekki áfram. Þú þarft að vinna bettið til þess að komast áfram í grunnbúðina, sko. Já. Það er nú bara þannig sem þú klífur þetta fjall, sko. Ég ætla að reyna aftur, ég held ég á degi 85 held ég, það sem ég hef aldrei búin að komast yfir á dag 2. Ég hef aldrei komast á dag 2? Nei, ekki einu svona verið nálægt í, sko. Já, ég á dag 3. Já, ég held ég dag 3. Ég held áfram að reyna hins vegar, það er nú svona kannski Það er þrautséðan. Já, það er þrautséðan í manni. Ég ætla nú bara til að hafa gaman af gólfinu á eftir, þá ætla ég að setja á Shane Lowry á móti Rory McIlroy. Þeir eru saman í Holly og Rory er eitthvað vanstiltur og ég ætla bara að segja Shane Lowry, vinur hans sem að þeir eru báðu konum að ógeða á að ræða að hann muni hafa hann þarna. Já. Þannig að boðið upp á það head to head bara? Það lítur að vera. Já, það búið upp á það head to head og Shane Lowry er 2, eitthvað. Já, 20. Þannig er ég með þetta í dag. Ekki svo Viktor Hovland. Hann kláraði nú hringi bara fínt í gær. Já, þetta er alltaf leið. +1. Fekk 6 bókið reyndar. Hann var í vesinu með púturinn en setti síðan niður 18. Já. Förum í enska boltan með Volt. Pöntum bara og núna vínið heim beint frá smáríkinu. Verið bara ásöndu, verið bara í Volt Plus. Já. Og þá kemur út í Plus. Það er líka alltaf einhver ruglu tilboð þar. Já. Frá einhverjum fyrirtækjum. Það fer bara inn og nýtur lífsins í leiðinni. Enski boltinn, hann byrjar ekki alveg strax en það er dregið í töfluröðun.
þann 18. júní, bara strax 8 morgunin, þá veitum við hvað að gerast. Já. Spurning hvort við höndum með í Dockzone þá hér í Hamraborginni. Morgunin? Bara 8 morgunin. Bara setjum við í gang, bara sínum metnað og djörfung og dug. Já, ég dettur alveg í hug Dockzone yfir einhver öðru, sko. Já, sko, málið að ég sá nefnilega að norðmenni gerir þetta alltaf. Þeir eru, þú veist, þegar töflurinn komur út, þá eru 3 klukkutíma umræðu þáttu bara hvernig planið sko. Já, það er spennandi. Maður er auðvitað alltaf skemmtilegt, skilur, að við horfum margir í hvenær United og Liverpool mætast fyrst og svona. Já, herri, og svo hvernig jólin merða og allt þetta, sko. En þú veist að jólin eiginlega fyrirfram ákveðin, því að þetta bara nágrannalið sem mætast. Það er mjög líklegt að þetta verði Arsenal West Ham á öðrum degi jóla, eitthvað slíkt. Nú, sko, ef við förum aðeins í málana, ég meina Chelsea að reyna að fá Mike Maignan, en þeir eru ekki til í að eyða neinum peningi. Nei, þeir eru ekki að fara í svona klókar markmannsæningar eins og til dæmis Arsenal hefur verið að gera. Já, þeir eru að fá sér Kepa Arrizabalaga, enn eitt reject Chelsea-leikmaðurinn í Arsenal, kunnulegt stef. Já. En hefur blómstrað og mun eflust blómstra. Hvar hefur hann blómstrað? Kepa. Já, hvar hefur hann blómstrað? Og Spáni. Já, blómstrað, ég bormaði veitur auðvitað. Hann var flottur þar. Nei, en ég held nú að þeir endi nú að því að borga samt þetta verð fyrir Maignan, hvað er talað 15? Þeir vilja bara borga einhverja 8 milljónir eða 10 milljónir punda, en þeir eru samtidig að taka hann Jamie Gittens á einhverjar 50 milljónir punda. Fór það ekki upp í 12? Er ekki bara... Hvað dílast tala nú? Maignan, hann er ekki, það er ekki hérna, þeir eru, valuation er alltaf á 80 milljónir Chelsea, það er bara langt frá. En þeir eru til í Jamie Gittens og bara brjóta banka fyrir hann. Jamie Gittens er í hópnum í HM félagslega. Hann er bara að mæta með Dortmund. Já. Og þetta verður mjög sérstakt hvernig þeir ætla að díla þetta allt saman. Hvað byrju, þá að það er búið að registrera þar sem því að hann má þá ekki spila fyrir? Já, allavega ekki, það er náttúrulega ekki á þessu móti, það er náttúrulega liðin tíminn sem hún getur hérna komið, en bara hvað gerir Dortmund með hann? Láta hann að spila upp á að meiðist eða eitthvað slíkt, þetta er tölverið eign sem þeir eiga þarna. Jack Grealish fekk ekki að vera með í hópnum hjá Manchester City, á leiðin pældi ég að kosta 100 milljónir bara fyrir nokkrum ára síðan og svo færði ekki að mæta með á mótið. Það er höfnun. Sáuði Erling Haaland leiður sendi hvar er Jack Grealish eða var þetta eitthvað photoshopaði það? Ég hef nánast farin að hætta bara að trúa öllu sem ég sé á verallavefnum. Sko. Ég þarf alltaf að lesa svona 50 komment fyrst hvort þetta sé EM-mynd eða eitthvað. Fara sjálfur að tjekka. Allan að það var eitthvað svona mynd eins og hann var á Instagram að spyrja hvar er Jack Grealish? Ég hef nefnilega verið gabbaður af, þú veist, þá taka menn bara að kötta, þú veist, upp í hotninu þegar menn sér eitthvað í story og eitthvað og setja sér bara eitthvað annað nafn. Þegar ég var að rúfi fyrra þá var ég ennþá mjög skeptískur á þessa mynd af Lamine Yamal og Messi. Ég var svona, náttúrulega ég var á undan Íslingum í gervigrindinni og veit hversu brellin hún er og ég var aldrei að kaupa þetta til að byrja með að þetta væri alvörunni mynd en það kom síðan bara viðtal við ljósmyndarann þannig að það var svona nokkuð örugt eftir það. Sko, Liverpool er mögulega að taka Giovanni van Bronckhorst þannig að það var ekki Manchester City sem var að tala við hann svo það sé bara haft á hreinu. Já, heyrðu, já, einmitt takk. Svo við séum með hlutina á hreinu, það er sjaldan sem ég er með á hreinu. Já, alltaf með hlutina á hreinu. Sjáum eitthvað meikar alltaf miklu meira sens að hann sé að fara þangað. Sko, stóru liðin eru eina að leika sér núna. Litlu liðin þurfa að bíða bara aðeins og sjá hvað er að fara að gerast. Já, þetta er alltaf þannig að hérna stóru strákunni borða fyrst. Já. Svo bara afgangarnir. Já. Big Dag skal að ít. Hvernig varst þú þá bara ennþá á trampolínu þegar stórustöldunum fengur sér í þetta? Já, það er svona, þetta fær maður ekki enda, ég hoppaði bara á trampolínu síðan sá maður hinn að tínast af borðinu En nafnilega, ert þú það ungur að trampolínu voru komin út allt þegar þú ert Já, það var alveg þannig og það var alveg þannig að svona, maður alveg stýrði svolítið hvaða heimil maður var að leika sér í eftir hvort það væri trampolínu eða ekki Ég fyrir þetta sko það var engin trampolín á króknum í gamla daga Ég bara man ekki eftir þessu neinstaðar Bara þú fær í fótbolta, bara trampolín með
neti og fara í fótbolta. Svo kem ég hérna í Mosfellsbæinn og þar kynnir Anton Ari mér fyrir svona trampolínsenninni. Heyrðu, trampolín. Sko það sem að ég sé líka er naflinn í þér. Að þegar maður hefur nú verið að testa styrkðinn oft. Að það lærinaður, þú grjótharður á lærunum. Já. Þannig að það hefur verið að hoppa alla djúfisdaga. Já, þetta eru trampolínlæri og alveg fíkur upp. Já, þannig að þaðan hefur á vissan átt styrkin. Já, trampolínstyrkur. Já, ég er óbúslega hrifinn af þess. Já, kraftmikill strákur þarna á ferðinni. Förum í neyða já. Nei, förum ekki í neyða já. Förum í vinnara og lúsera vikunar. Með Einar Á, já þetta má, þegar Einar Á sér hlutina, þeir eru vinnarar í byggingabransanum á Íslandi, vinnir okkar á Dalveginum, taka á móti þér og þenni fjölskyldum með brosa á vör, því þín tækifæri eru þeim hvatning til að gera enn betur. Drengir, vinnarar þessarar viku, verðum við ekki að setja Halliburton í... Halliburton, jú. Hvað staðan í NHL? Það 2-2, það var nefnilega leikur í nótt og Oilers nefnilega jöfnuði inn við 2-2 eftir að sko Florida kom leiknum í framleggingu, skoruðu bara þegar okkur 80 sekúndur eftir en Oilers höfðu betur í framleggingunum og það allt í játnum þar. En meira spennandi en NBA nú. Já, það allt í játnum þar sko. Herri, Nick Woltemede einn af vinnurunum í þessu öllu saman. Klálega þrenna. En og vinner sjálfsögðu Hákon Jóhannesson sem vann grímuna fyrir okkar maður Lobster sem verið í Dogsonu. Hann vann grímuna sem besti leikari í aukahlutverki. Já, heldur betur. Alvöru vinnur þar bæ. Hann alvöru vinnur þar bæ. Ég ætla að kannski fá hendi í Blöndal. Já. Fyrir hvernig hann tæklaði þessi mál þegar að Reykjavíkur og menningareilitan hakkaði hann í sig eftir tónleikana. Já. Hann mætti því bara af yfirvegun. En ég held að hann svari fyrir sig í dag. Ég segi stilliði á Auðun Blöndal og félag á klukkan 4 á eftir. Já, hann ég gæti alveg tókið með að veri. Já, ok. Þetta svona þáttur þessi blöðari minnir á sig. Still the king. Ég ætla að fá að setja þetta á Breiðabliksliðið, hvernig? Fyrir að vinna fyrsta darbíslægin er ekki frekar bara þegar tóku HK-ingarna 5-1 en er ekki svolítið sigurvegari í þeim leik var bara Kópavogsbar á 70 ára afmælis ári buðu frítt á völlin mér var búið persónulega á völlin Ásthildur Helgadóttir hún það nú bara sambandið með hér mætið þú ekki alveg ég segði bara því miður, það fjölskyldan ég þarf að sinna henni en þú verður bæltið að taka hana bara með nei, þeir voru að hoppa það þarf að hoppa Gunnar, það er ekkert að tekur þetta ekki fram yfir hoppið trúðu mér, ég þekki allt þetta hopp og þessu æslabelgi og þetta það fyrir aldrei aftur þú veit að þeim sem að skera æslabelgina Gunnar ég ætla að fá að setja þetta á setja ykkur á lúsir viljum við vera jákvæðir í góðu verðinu? Já, ég með eitt svona, þetta eru kannski áhorandinn í leik Þróttar á Njarðvíkur bara að kalla ykkur ljótu á Ómar leikmann Njarðvíkur Er þetta allt staðfest? Já, þetta er frétti á bæði Vísi og Fótbolti.net og liðin sendi frá sér sameiginlega yfirlýsingu Það líka að fá að setja á ég ætla að fá að standa með mínum manni Vóla Kristjáns það vantaði boltasækjara á leik Vals og Þróttar Það er rosa, þetta setja hann sem lúsir þá? Nei Ég er að standa með honum að það sé lélegt á Val að vera ekki með boltasækjara Já, en það samt líka er þetta samt eitthvað sem þjálfarinn á að vera að tala um eftir tap Já, þetta tók Rithmann svolítið úr Þróttaraliðinu Já, ég sé vinnar Kristján Guðmundsson við hafa slegið Óla Kristjáns og Þróttarinn sem heitast að liði í hvernig boltanum þetta út Já, Valur að leggja í lágblokk á heimavelli, það var ekki á bingospjaldinu mínu þetta árið Já, þetta er Stundu þarft að söfra svo talaði nú Besta fjárfesting sem ég gerði var að gerast við vinur Gunnar Birgissonar hann ver þessar menn vini sína út í ótöðu þannig að vitandi af Gunnari Birgisson að kofra landsbyðin alla fyrir mig það er yndislegt það er ástæðan fyrir ég sé voru svona rólur ég get alveg viðurkennt að þegar maður var að fara norður í Úrslaldeyfið og yfir páskana og svona það voru ljótur að láti falla í þengar en ég stóð alltaf kengur og barðist Ég ætla að velja minn uppáhaldslækni á öllu landinu Njál Vikar, hann er einn sko ef ég hef sagt við mig í október, nóvember á síðustu ári að mér myndi líða svona verið sem ég líður núna
Ég hef ekki sett séns í helvíti. Gaurinn tók mig, setti mig á skurðbrettið og bjargaði mér. Ég sko allur betri. Hann er sá besti. Hann er sá besti. Ég ætlaði að velja lúser svona út frá alheims pólitíkina en ég eiginlega nenni því ekki sko. Nei, það eitthvað að gerast í Ísrael og Íran. Já, þú veist, ég svona make love not war kall, þannig að þú veist, hætti þessu bara. Annar vinner. Getið hætti þessu bara. Annar vinner, Adidas voru að gefa út nýja United skyrtu. Já, wow. Einkar glæsileg. Já, wow. Svona ljóður til leikhús draumana. Já, Theatre of Dreams eins og Sir Bobby Charlton kallaði völlin. Herri, það ég, við skulum fara í nei eða já. Það hér. Gjörðu svo vel, nei eða já. Smá vera breytt tónlist. Walking on a Dream, það voru mínir menn í Icewear sem báðum þetta. Hvað hljómsveit þetta nefnir? Walking on a Dream, how can I explain? Já, veit ekki hvað þessi hljómsveit. Nei, ok. Empire þetta svona. Já, þegar þú segir það. Já, Icewear með Dr. Fútból, Icewear í Kringlunni, Icewear í alla útivist, Icewear á þjóðhátíð og líka núna í gólfinu. Risa dýll við GSI staðfestur. Mikill sigur fyrir Icewear. Magnús Andrisson með fyrstu spurninguna í nei eða já, verða Virts kaupin flop? Já, ég meina hann kostar pening. Hann þarf að skila. Nú búið að setja standardi svolítið hátt hjá Sala og þeim. Ég ætla hins vegar að segja nei. Mér finnst Flóriða Virts frábær leikmaður. Herra, frábær spurning hér í Tékklandsauglýsingunum sem snild. Naflinn með óhnýtta slaufuna? Björn Teitsson spyr. Kunningin að bylta slaufuna eða átti þetta að vera eins og Bond eftir vakt? Björn Teitsson já, ég verður að viðurkenna það hugmyndin var að þetta yrði bæði. Það yrði fránýtt og síðan hún nýtt en það kunni enginn að nýta hann á setti þannig að það þurfti bara að vera alltaf fránæft. Ég veist það gott sko. Já. Hann las leikinn hárrétt þarna Björn Teitsson. Já, Björgvin Páll spyr, myndi Gunni Birgis treysta sér að bakka með 2 hásinga kerru? Já, ég vann nokkuð mörg sömur í útivinnun á Reykjalandi þar sem ég vann á traktor að bakka með risastóra kerru og það var 2 hásinga kerra þannig að ég þekki það. Gunnar Birgisson að vinna, that would be wild to see. Ertu eitthvað bílaður? Hvað heldur ég hafi verið að gera ángríns? Þú hefur bara verið að hafa kósi. Þú hefur kósi kall, en þú hefur góð manneski. Ég held að, já. Þú hefur kósi kall. Nafli, hefur þú séð Naflan og Gunnar? Hættu þessu nafli. Hann er feiminn. Ekki 12 ára sko. Hann er ekki 12 ára. Nei. Gunni Birgis versus 100 naflar, hver vinnur? 100 naflar. Gunni Birgis. Það halda löpunum og svo láta höggin haldri að vita nefnir på aðstofur á aflega sinni. Eitt og eitt krók. Og svo bókei og... Ég lofaði Hermanni Guðmundssoni að ég var ekki búinn að sjá spurningun hans. Já. En ég lofaði hann að taka spurningun hans. Hún er þarna fyrir miðju. Já. Nei eða já, vill einhver eitthvað dæma annan flokk karla, lögadæna, sundæn klón 2 ég var alveg til í að dæma. Ég nefnilega, mér finnst glettilega gaman að dæma. Já, ég Þannig að ef þið eru lausir, þá getum við tekið tríó kannski. Ég skal alveg vera bara það sem ykkur langar ekki að vera. Sko. Já, ég kemst ekki. Ætla þú að taka samfélagslega ábyrgð og skella þér í formann Tindastóls, Gunni? Ég meina, ef þið vilja hafa formanninn staðsetta fyrir sunnan, þá bara endilega heyri mér. En ég hugsa samt að það sé nú svona kannski einhverja hagsmuna áristar þar. Ætlar GB að spila Grindavíkurvöllinn í sumar? Það væri mjög gaman. Nú, Addi Már Eggertsson kannski full er morðið á John Lennon líka mesti glæpur mann. Ég er ekki að hlæja út af þessu. Nei, þetta er bara svo frumleg spurning. Já, þetta er bara djúpt fyrir mig sko. Addi er mikill Celtics maður. Já. Úff, það ekkert úfa þannig. Svo er Magnús Viðar bara með alveg spurningu að spyr, kemst Ísland að HM 2026 og það er engin ástæða til þess að halda það. Já, ég ætla að segja já. Ætla að segja já? Já, ég ætla að segja já. Ég ætla bara að vera bjartsýnn. Mig langar ógeðslega mikið á þetta heimsmeistaramót. Það er riðill í Boston og ég ætla að vera þar. Já, ég skal viðurkenna að ég hef engan áhuga að fara til Boston en ég var til ef þetta var einhvers staðar eins og Miami. Við erum Miami. Eða Mexíkó. En það væri ekki ekkt að við færum til Kanada. Nei, það er við Ísland myndi lenda það. Það er Íslandíka samfélag. Þú er átt á því að 17. júní í Kanada þar er íslenski fánun á lofti. Ég get sagt þér það.
og ekki vera feimið af flaggunum. Já, ég að fara til Boston í júli, ég ætla bara að taka með mér íslenska fána Já, ég veit hvað hérta þeirri ferð, við ræðum hana kannski betur þetta þátt. Það er einhver brennivínstúr. Nei, vinnuferð. Það er vinnuferð, við höfum að kíkja á Big 3 og fara að vinnuferð þangað. Já, Big 3 er það LA, Boston og... Nei, Big 3 er sem sagt, tournamentið Big 3 er sem sagt köruboltamót sem Ice Cube með. Það er svona tröllir í það öllu núna. Það er mæta Dwight Howard og Kemba Walker og Jeremy Park og fleiri góður. Stefán Rappspil, hann getur Gunni komið að hjálpa mér í heiskap í sumar. Já, heyrði mér. Aldrei verið feimin. Og Hjörtur Leo hefur nafninn áhyggjur af því að selfie-síkar ná í sæti í úrslitakeppni Ólistildar næst tímabil á kostnað Háká. Nei, aldrei verið slakar yfir því. Og svo er það Sölvi Haraldsson, harðasti íringu sem við þekki, kannski þekktastu fyrir að vera bróðir Reynis Haralds. Hann spyr, verður slegið vallamörk í góða heiminum í Breiðholti í kvöld? Heldur þetta verður bara eins og þjóðhátíðin í þínum hugum, að menn mæti þarna og skiptist ökkum og hafi svo gaman að. Já. Þetta gæti orðið rosalegt í Breiðholti í kvöld. Já, ég held að verður slegið vallamörk í Breiðholti. Ég meina, ég hef séð marga á leik í Breiðholti. Ég hef spilað fyrir þetta aldrei, nei, það var ekki svo margir. Maður ímyndar svo oft. Sérstaklega í þessu veðri, sko. Ég setur fegin að leikurinn sé í kórnum í kvöld geta aðeins farið inn og kælt ennið, kæla ennið, kæla það og það strax. Verðum að fara að stoppa þetta. Kæla það og strax. Herri, förum í Elgrandi með kemi.is. Hemmi fagnar vel og innilega þessa dagana. Kannski aðeins að því að Hemmi var að senda mig skilaboð. Það er búið að velja hópinn hjá kvennalandsliðinu. Það er ekki búið að velja, nei. Hann er að senda á mér eitthvað, varstu búin að sjá hópinn hjá kvennalandsliðinu? Hann verður valinn klukkan 1. Hann er þá væntanlega bara að koma með hann sjálfur. Gat við að hann fengi þetta eitthvað klukkutíma undan. Hann vildi meina að væri nokkrar orðar örugar með þetta allt saman. Strákar, áður en að ég geri þetta líka. Hann vildi að meina að væri 17 örug sæti fyrirgjöðu. Það var eitthvað sem hann var einhver pæling sem hann var. Já. Ég skil hann mjög vel. Ég er sammála þar. Herri, en allavega, áður við byrjum að spila El Grandi með kemi.is, þá var ég búin að tala um fullt af skemmtilegum markmannstjálfurum í vikunni. Og þar sem að fólk sér þetta ekki. Finnst ykkur á engan hátt sé að þetta biðja Hákonum að verja þetta skot? Sjá hvernig hann vinnur, hvernig hann vinnur á löppunum og svona, af því við erum að horfa á þetta hérna á skjá núna. Mér finnst hann allir vera svolítið neðarlega, mér finnst hann svolítið committed á næstöngina, hann minnir mig á svona sjálfa mig sem markmann. En það ekki af því að það þá væntanlega að hljóta að vera varnarprinsip að hafsendin loki fjær. Já, það var þannig, ég veit ekki hvort þetta sé bara að pæla svona í dag, en af því að þegar ég sagði líkur mér, ég sagði hann er miljónsinnum betri, það sem ég var að meina var það á þeim tíma sem ég spilaði, því að ef þú coverað nærsvæðið, næstöngina og boltinn söng í fjærhóttinu, þá bara sagður, það er ekkert mér að kenna. En í dag, eins og séu Gigi Donnarumma, eins og til þess Vassla sem hann tók á Arsenal, þá hann bara farin í fjær. Og ég held að sé líka hægt að ætlast í þess að markmenn á topp leveli geti stundum lesið svona. Og svona er þetta allt saman. Ég ætla ekki að setja þetta á Hákon allavega. Nei. Ég vil að frekar að setja þetta á það er enginn sem stígur út á mótunum og illa lokað. Það er fullt af dóti. Já, Arnur Ríkur tap á boltanum hann. Það er fullt af dóti. Það var nú svona bara markmannspælingar hér alveg í lokin. Og ég verði það. Takk fyrir þá. Förum á kemi.is. Fáum okkur, hvað langar mig fyrir helgina? Laugardagur morgun. Glussi. Já, þú segir það. Já, Glussi. Strákar, þeir eru báðir alfræðaorðabækur þegar kemur að NBA-deildinni og ég ætla bara, þessi kemur bara frá Hemma sjálfum, af því hann er nú að fylgjast með á nóttunni núna. Það er bara leikmenn sem hafa orðið NBA MVP. Það er mikilvægstu leikmenn í sögu NBA og bara... Er það þá Finals MVP eða League MVP? Nei, League bara MVP, the real MVP. The real MVP. Ég ætla að leyfa þú út yngri nafli. Já. Bara byrjaðu. Michael Jordan. Já. LeBron James. Já. Kobe Bryant. Kobe Bryant, maður sjá. Kobe Bryant, já.
Nikola Jokic. Já. Steph Curry. Já. Giannis Antetokounmpo. Já, vel gert okkur. James Harden. Býtu aðeins. James Harden, já. Kevin Durant. Russell Westbrook. I wanna thank my mom. Russell Westbrook, já. Shai Gilgeous-Alexander. Ríkjandi MVP. Já. Jú, þetta góður. Allen Iverson. Allen Iverson. AI, the answer, já. Varum við að tala um hann á hann? AI. Magic Johnson. Irvin Magic Johnson. Já. Larry Bird. Já. Kareem Abdul-Jabbar. Kareem the Dream Abdul-Jabbar. Já. Hann bara gerði það meira sem undir 2 röfnum. Já. Seti Derrick Rose. D-Rose er rétt. Það var svo good one. Þetta var vel gert. Já. Nú ég farin út í mér í gisk, sko. Eðlilega. Ég ætla að segja að Shaquille O'Neal hafi tekið þetta einhvern Shaquille O'Neal er hár rétt. Já. Tveir white boys að keppa að fara við stöðuna. Malone. Það hafa nú verið nokkrir. Moses Malone. Þú hefur Moses Malone, rétt. Já. Það er MVPs, þeir eru að standa sér frábælega strákarnir. Stoltur að þeim. Báðum. Má gefa Gunnar 10 sekundur. Við erum sengjandi við Gunnar, góð manneskja sem að hefur gengið í gegnum ýmislegt. Þú veist að þola ýmislegt. Sko, ég ætla að segja Isaiah Thomas. Þú ætlar að segja Isaiah litli Thomas. Mögulega er þetta að klára það. Já. Hérna kláraðist það. Hæ? Maður sjá, ég sé hann ekki hérna. Já, ég held að slöka mér. Isaiah Thomas er ekki rétt. En þetta var ótrúlega framistæða hjá okkur. Ég kom aðna með 2 white boys að keppa því ég var að vonast eftir að fá Steve Nash og Dirk. Ég horfði ekki í Steve Nash að ég held hann hefði verið finals MVP. Hann var twice. Steve Nash. En Dirk á hann líka regular MVP. Hann á regular MVP. Ég var að hugsa eins og með Bill Russell hvort þetta væri byrjað með hann. Fyrir mína kynnslóð að fá Admirálin ekki og Hakeem og Sir Charles. Já, ég hugsa að Charles Barkley átti eftir að koma. Þetta var hörmulegt. En Bill Russell var hann hérna þegar hann hérna var byrjað MVP þegar hann Já. Hann er nokkru sinnum hérna. Já, ég var að lúra á honum. Þið voru ógeðslega góður. Það var hrikalega vel gert okkur. Nafli var góður. Gunni flottur líka. Og naflinn byrjaði, mögulega hefði þetta farið öðruvísi ef að en ég leif alltaf þeim yngri að byrja. Það er fallið þær. Já. Það var svo mörg nöfnanda sem maður á að vera með, sko. Þetta var strákar, þetta var glæsileg frammistaða. Málega ég þorði ekki að fara í, af því að þú veist, þegar LeBron James er á hátindinum, að þá er vissulega Dallas að vinna, skilurðu. En ég þorði samt ekki að fara í hvort að, þú veist, hvort að hann hefði vunnið mögulega á því tímabili eða hvort að einmitt Dirk eða Steve Nash. Dirk. Sama með eins og Isaiah Thomas, þú veist, ég meina, Jordan var bara í áskrift að þessu. Já, það var engin í þessu bad boys liði Detroit sem vann þetta á þessum tíma. En það voru ekki vinsællir. Já, Moses Malone á 2. Hann á 2. Karl Malone, ég ætla að fara í Karl Malone alltaf. John Stockton, hann hefur aldrei tekið þetta. Nei, en Karl Malone gerði það. Via John Stockton má ég að segja. En hvernig þið gerðu þetta með Russell Westbrook, James Harden og þess að gæja? Við náðum öllum á þessari, Joel Embiid, við áttum hann eftir. Þið áttu hann eftir. Strákar, frábær framist að ég verður bara að klappa, þetta er miklu betri en ég átti von á.
og útrúlega framist já, þú ert líka frábært ekki gera lítið úr eigin framist þú er mögulega unni ef þú fengið að byrja ég átti nú ekki ég mögulega tekið ykkur viðbútt ef að hefði það er þakka fyrir sig já og hvað séu þú, það er frábær sunnudag og framöndan já, ertu að gera eitthvað þessum daginn? Nei ég var að pæla hvort þú ættum að fara til Eyja taka golf já, ef að ég fæ leyfi frá fjölskyldinu já, ég ætlaði að mynda að spila leyfi hjá minni fjölskyldu svo er Icebox í kvöld ég er að fara þangað Icebox, já í Krigan er ykkur rótar eða? það er hérna, já ekki eru grímur það er einhverjum ég held að sé einhverjum reglu með sko fer eftir aldri ég vil ekki ára bóks með grímum nei, þá kveikir bara svona þegar líður og tekur á kvöldu það er bara, svo var ég til að sjá þig í hringin já, ég verði þarna með mækin þannig að það er aldrei að vita að verða að vipa mér yfir það væri já, ég gæfi mikið fyrir það eftir að sé þig í The Octagon á móti Gunnar Nelson þá var ég til að sjá þig í bóksingnum fá alvöru bardaga þú ert hvað mínus 60 kilóflóknum með það já, ég reyndar sko, það sauð á mér þegar ég leita viktinni í Kópavogslaugin í ger komum í 62,5 þannig ég þarf að fara að kíkja til Gilsons já, við þurfum að koma þar undir 60 kíló þú ert þingri en Philip Lahm núna sko já, ég vil hafa það léttari ég þarf að kötta það eins það er rétt, við erum að fara eitthvað við erum að niðurskurur já, við skal senda á þau program Dr. Fútból, þakka fyrir sig verið sæl